Við dúum hérna bara, strökum alveg á öxlunum. Anda djúpt að. Og einu sinni enn. Anda djúpt að og bara sleppa. Hvað þetta jakkafata jóga? Jakkafata jóga þá var fyrir fyrirtæki og hérna bjóðum upp á 20 minna jóga þar sem að þú getur staðið bara eða sitið við borðið þitt, teygt úr þér, hreyft þig og aðeins andað inn í lungun og svona fengið smá meiri næringu. Þetta nýjung og hvað kemur til að þið eruð að gera þetta? Þetta byrjaði í Reykjavík, ung stelpa sem að var að vinna í banka, fór að læra jóga og ákvað að bjóða upp á þetta þegar hún fann fyrir því að það vantaði svo mikið svona í þessi stóru fyrirtæki að fólk fengi aðeins að hreyfa sig og þetta líka bara fær betri einbeitingu. Þetta svona eykur orkuna, örva blóðið og sem hjálpa súrefnisflæðinu. Það ná til fólk sem að situr í stólum allan daginn fyrir framan tölvuna kannski og hreyfir sig ekki neitt, þú vilt ná til þeirra? Já, ég vil eiginlega bara ná, ekki endilega, bara þetta fyrir alla, hvort sem þú ert í líkamsrækti eða hvað, þetta er bara að sitja, við borð eins og okkar lífstíl í dag, þá situr miklu meira en þú gerðir hérna áður fyrr. Líkaminn er náttúrulega ætlað til þess að vera uppi og hreyfa sig. Þannig að að þetta er náttúrulega líka bara, eitt af því að sitja þá náttúrulega minnkar lúna flæðið, út til líkamanns, þar sem að náttúrulega hægir á allri brennslu, hægir á bara til dæmis eitt dæmi að þá náttúrulega færði minna súrefnisflæði upp í heilan, þannig að einbeitingin verður verri. Þannig að allt þetta bara að læra kannski að stoppa inn svona hálftíma fresti aðeins að teygja úr sér og bara fá smá súrefni, það munar ótrúlega miklu. Og það er það sem við kannski erum að benda fólki að það er að, bara hafa svona smá reminder, hálftíma fresti, standa upp eða ná sér í vatn og anda, teygja, sittast niður aftur. Þannig að þá líður fólki betur og það verður líka betri starfsmenn? Allt annað, algjörlega. Þetta hefur reynst rosalega vel og ég bara vona að þið takið vel á móti okkur hérna í Keflavík.